Sumt ég vil segja án við byrjum keppnina. Ég var ekki út spil, bíóblaður, hægt að versla þegar Hagkaup og vonandi í fleiri verslunum sem ég er svona að vinna í, hægt og hægt. Djúðsveikindir er búin að tegja með þess. Ef þið kaupir svona spil, þá er ekki bara að fjárfesta í skemmtilegu spili, þau líka bara styrkja mig í podcastunni. Þannig mér þætti mjög vænt það ef við myndum kaupa svona spil. Hugleikur, ert þú ekki með eitthvað plagg? Jú, ég er líka með spil. Ég er með spil sem er gefið út í takmörku upplægi og það er ástæða fyrir því að það er vegna þess að þetta spil ætti ekki verið til og er hugsanlega á móralsku gráu svæði að minnstakosti. Væri þetta cancelaði fyrir þetta spil? Nei, nema það er hugsanlega að cancela fólki sem spilar það ef það næst á upptöku að fer eftir í hver er að spila og hvernig það er að spila það, sko. Vegna sem ég líður eins og Oppenheimer eftir að ég skafa þetta spil. I am become death, the destroyer of worlds. Og þetta spil er svo kallast, það maður að segja í einu orði að þetta lýsa sem kviðmáaspili. Það gengur út af það að þú rekur svo tengsla millifélaga þína með því að nota svona ákveðu system sem við kynlífskeðjan, þar svo þú rekur í gegnum fyrirverandi og núverandi bólfélaga. Og þetta er rauninni svolítið eins og þið þekki leikinn hérna The 6 Degrees of Kevin Bacon. Já. Þetta er það nema með Íslendingum og kynlífi. og það er bannaðinu 25 ára. 25 ára? Það stendur á kassanum 25 pluss. Stendur það í alvöru á kassanum? Það stendur í alvöru á kassanum, sko. Ég heldur að þurfa helst að vera búin að þroska fram. Já, ég er ekki að fara að hvetja eitthvað út í tvítugt hérna spil þar sem að sko gengur út á það annarkort að hafa sofið hjóslamörgum eða það hjálpar alls ekki endilega, bara láta það vita. Það er nóg að bara vita nógu mikið bólfarir annara. Þannig að Hvaða spil? Þetta er spilið Íslendingabrók og er til var prentað í 300 eintökum og ég held að svona þriðjungur sé farin. Já, þetta er svona limited edition. Limited edition fannst á Dagsson.is og í Rammagerinu Laugavegi. Geggjað og bara stutt líka, þið eru ekki með podcast? Jú, Þú, Ævar? Ég og Ævar hérna Já. erum sem sé með podcastið Hefnendurnir sem var til fyrir langalöngu og svo erum við búin að koma úr hvað? 4 ára pásu? Já, cirka. 4 ára pásu. Já. Og erum bara detta í þátt nummer 200 núna fyrir jól. Vel gert. Og það er þetta að hlusta eða horfa líka, eða hvað? Nei, það er bara þetta að hlusta. Við erum svo old school, sko. Við byrjuðum á þessu back when podcast voru bara í hlustun, sko. Og við erum ekki búin að uppfæra ykkur í vídeo. Uppfæra okkur. Nei, við erum með mitt, sko, VHS. Þetta er meira svona Blu-ray, sko. Ok, spennandi. Ævar, þú ert að koma til minni fyrstskipti sem keppandi hérna í vonandi brútal keppni. Það er sem ég er að vona. Já. Þú ert handursöfundur, það ekki? Ég er handursöfundur. Þú ert handursöfundur, búin að þekkja Hugleik væntanlega í einhver tíma. Í einhver tíma, já. Bara alveg slatta tíma. Slatta tíma? Hvernig kynnust þið? Einhver tíma 2003-2004? Jú, við kynnumst í gegnum svona Nexus. Nörda sko. eitthvað. Við vorum sko nærri Nexus toppnum og toppurinn. Já, við vorum í Nexus hyrðinni. Já, við vorum í Nexus hyrðinni. Já. Hyrðfíblin. Hvernig leiði þér þegar Hugleikur spurði hvort þú vildi koma og keppa í þessum þætti? Ég sagði hann það að ég var hörmulegur í spurningakeppni. Málega það er hverskitt sem að, ég veit alveg fullt af Biosity, en leið og ég spurði beinna spurningar, það bara svona algjört blackout, sko. Það bara svona stari ég í tómið, svona sót sem að bara svona kemur í hausin á mér. Þannig að ég held þetta bara eftir að ganga mjög illa. Eftir meira svona moral support fyrir þetta búið að vera svona, sko... En ég get kannski svona gripið einn og verið makkar með honum. Þannig að vonandi, en ég veit það líka Hölli er með bara svona steel trap minni. Hann man alls konar drast sem að ég man aldrei. Ok. Þannig að þú veist, jú, þetta á bara eftir að ganga vel. Þetta verður spennandi. En eru þessi tveir ekki bara fagmennir? Þeir eru ekki búin að vera hlaupandum í hinum að þessum quizum? Óla Máni, þið eru að koma aftur til mér í 100. skipti. Hefur engi verið í þessu stúdíu jafn lengi og Óli? Töldu saman eitthvað tíðan cirka held í klukkutíman eða eitthvað. Það búið alveg óhæmi mikið magna klukkutími sem við veittum í stúdíu. Svo líka þessir 6 klukkutímar eitthvað sem ég lagði mig bara. Já, svo til að Já, það var í þætti 100. Ég var nýkomin og
hann sagði að það væri bara opið hús í raun og ég mætti bara fullt snemma, ég hafði ekkert að gera sko og síðan alveg, já, en þú ert aftastur í röðinu og ég bara, já, flott vaknaði klokkan 6 og mættir hérna upp úr háti svafti svona 6 eða eitthvað, djöðlega næs. Það var mjög skemmtilega og góð minning. Já. Þið hefði keppt áður hjá mér og þið hefði unnið 3 svar, þið hefði ekki tapað. Nei. Ekki enn. Og eins og ég sagði við ykkur hérna fyrir þáttinn, ég alltaf stressaður á að taka upp svona þætti. Ef það 20 ég vil ekki, ég vil helst ekki bust og ég vil ekki að þið vitið allt. Það særi mig að þið vitið allt. Já, sko, ég man nefnilega í síðasta þetta þegar við tókum með þér Hulli, þá sagður að þú værir svona mest alltaf í 20-25% power, ætlar að... Já, ég held núna þessum 25 kannski. En hvernig var það þegar við kepptum, hvað var mikill munur á okkur? 2 stig. 2 stig? Og hafið þið huga að ég var 1. Ég var líka, ég leita þá þáttum að ég var skítandi upp á baka á kabla, sko. Ég var farin að gleyma þetta ártölum og það er venjulega mitt forte. Ártöl, það er minn veikleiki, sko. Finnst ykkur þið búin að missa skref? Síðan ég er 9 árin 30, ég finn fyrir því að ég man ekki hlutina sem ég á að muna. Ég finn fyrir því. Þegar ég var 20, þá hefði ég getað svarað öllu. Núna... Og ef ekki bara... Það er bara x mikið vinslu minni og síðan bara verður að íta drasli út. Ég er með svo mikið að fjölskyldu dóti hérna. Ef ekki bara hendi gamla góða frasan sem við segjum alltaf. Fyrir 10 árum, það hefur verið úrstæðið. En ég finn það, fyrir mig persónulega, ég finn það sjálfur mér að minni er svona aðeins byrja að dala, sko. Þú náttúrulega varst líka með svona COVID fog, eða hvað þeir tókum við Star Wars, þú varst alveg Ég? Já. Ég ætla að tala við hann. Hann man ekki eins eftir því. Nei, hann man ekki eftir því. Já, ef við fyrir að kýla átastrákar, þetta eru 68 spurningar Jesus. og ég mun nota sjónvarpið. Ákveður ekki 69? Já, af hverju ekki 69? Right there. So close, but yet so far. 34 á mann. Ævar, ertu búin að sjá eitthvað hinn þáttunum og veistu eitthvað hvað ég er að fara að gera? Ég sá eitthvað brot af keppni ykkar þriggja. Ok. Þannig að ég horfði ekki mikið á það. Þannig að þú veist í raun ekki... Ég taka sig sjálf á fögum áður. Já, þú veist ekki svona liðina og svona? Nei, ok. Nei, ég er ekki þá djúpt í þessu. Þú myndir sko standa þér rosalega vel, Ævar. Þetta er búið að vera, undirbúningunum er búin að vera þannig að hann er búin svona, I don't know. Ég er bara like, come on, we can do it. Come on, just follow your heart. Það er svo sem ég búið að platta mig ykkur á vitleysu. Við finnum út úr þessu. Já, þetta verður mjög spennandi. Ég ætla að vona að þetta verði í jöfnkeppni. Það er minn draumur. Erfiðleikastigið, það kemur alltaf bara í ljós þegar að keppnin er búin, hvort það er erfitt eða létt eða hvað. Ég reyna að hafa þetta sanngjarnt. Ég er ekki að spurja út í eitthvað svona algjörlega fáránlegt. Eins og ég djók oft með að ég sé að spurja um einhverja sminku og einhverju sænskri mynd frá 1986. Þetta er ekki þannig. Helga Ström. Stig. Já. Oh, shit. Og þið skiptist á. Það er engin svona bjalla eða neitt svoleiðis. Skiptist á, eitt sem ég vil koma strax hérna á framfæri. Að það er mikið í húfi, þetta er alveg keppni og þetta er mót og því keppum við sigur á síðasta þætti og spoiler, ég er að fara að segja ykkur var að síðasta þátt, það voru Kíló og Ísrael, því keppum við þá, þeir eru unni 47-30. Það var svolítið bust, þeir voru drullu góðir, en þegar þið gefum við svar, þá er það svarið. Það þýðir ekki að segja, þú veist, bara, er það Die Hard? Nei, lítur bara på henni, þú veist, skiljið, við verðum alveg á hreinu. Svo ég geti sett stig. Já, bara svona lokasvar þá. Lokasvar, eins og Oddur hérna sem hjá mig síðast, hann svona kallar alltaf læst svar, læsasvari. Og þá var ég ekki hægt að breyta. Computer Logia J. Ok. Slumdog Millionaire reference hérna. Eru þið þá ready, strákar? Já, ekki. Ég er með smá velun. Það er alltaf smá velun hjá mér. Og þetta er alltaf spila þáttur. Þannig að ég ætla að gefa ykkur spil. Ég veit að Óla Mána ætlaði reyndar að kaupa með spil, en það kemur ljós hvort þú kannski þurfa ekki að gera það. Það er sikkert spili, sjáum það á borðinu, og svona í tilefni þess, það er að koma desember. Það fannst mér upplagt. Hafa sikkert konfettkassa. Wow. Það er aldeilis. Gullkista. Er þetta ekki skemmtilegt?
Það er aldeilis veglegt, sko. Þetta er veðlegt. Núna læsum maður þess að einn, sko. Maður var svona 60%. Nú veitum við hvað þetta snýst. Þetta var gekk, drengjulegur allir gekk, góður ykkur annan. Nú er þetta keppni. Setju skott ríl, eins og við segjum. Þetta er 100% þannig. Ok, strákar, þið skiptist á. Ég ætla að skrifa hérna eina tölu. Við varum að gíska töluna. Þetta er ekki gíska á nákvæmlega töluna. Reyna að lesa hugana sinna. Ólaf Manni, kom með eitthvað tölu 0 upp í 100, svo sem kemst næstu tölunni fara að velja hvort þið byrji eða hinni byrji. 51 bara. 51. 51. 50 og rétt svar er hérna 99. 99. Já, með 49 höstum. Já, Ok, langt frá. Ólaf Manni, þið voru næri þessu. Viljið þið byrja eða vilja Hugleikur og Ævar byrja? Við ekki að byrja bara. Jú. Þið ætlaði að byrja? Fáðu ykkur stig fyrir að vera ánægðir. Nei. Þið eru núna bæði liðin með 0 stig akkurat núna. Já. Ok, þið ætlaði að byrja og við byrjum á eitthvað sem ég kalla plaggatleik. Ok. Þá notaði ég sjónvarpið, setja hérna plaggat, ég er búin að taka titilin af plaggatinu og þið er bara að segja hvað myndin heitir, 1 stig fyrir rétt svar og þið megið líka í rauninni stela. Það er að segja ef Ólaf Máni vita ekki svarið, þá fáið þið möguleika til að vita og kræki ykkur í auka stig. Við kýlum á þetta, Óli og Máni. Hér sjáðu plaggat. Hvaða bíómynd er þetta? Eða hvað heitir hún? Er eitthvað að kvísla hérna? Lokasvar. Ghost Town. Ghost Town er rétt. Byrja vel hérna hjá Óla og Mána. 1 stig. Já, hann var alltaf að berjast það allir tíma. Já. Hann er í buxum. Já. Voruð þið með þetta? Já. Ok. Ég er nefnilega að það kom annar titill fyrst í þessu nummer. Ok, Ghost Town. Hugleikur og Ævar, þið fá hérna aðra bíómynd. Hvaða mynd er þetta? Hvað hétur hann aftur maður? Það er, ég var bókstaflega að lesa titilin á henni. George Clooney, Julia Roberts. Ég er að tala hérna núna við fólki sem er að hlusta. Mælum að horfa hana þátt. Það er skemmtilega að horfa hana því hún út af sjónvarpi. Þetta heitir eitthvað game. Mér er svolítið gaman að menn eru að hugsa þess. Það er ekki alveg bara strax svar. Ég meina, Nick Húsi þetta var þetta með þetta Kevin Spacey. Ég þarf að fá svar, strákar. Já, ok. Hún heitir, hún heitir Grifter's Own. Grifter's Own, er það læst svar? Það er læst svar. Þetta var ekki svona Óla gisk, Óli, hann er ekki stið fyrir þetta. Herðu, Óla Máni, eru þið með þetta? Erst þú með þetta, Máni? Nei, viltu skjóta? A Game of Chance. A Game of Chance, pælið, það er þið rétt bara. Já, það er ránt. Þetta er myndin Money Monster. Money Monster. Það stendur á bakveðan. Já, það er actually, titillin er hérna. Það er titillin á, hvorið liða með það? En titillin er henni, hann er með, fyndi, ég horfði á þessu mynd í gær, ég aldrei síðan það. Er hann ekki að leika svona game show host? Jú, ekki svona game show, þetta er svona eitthvað svona fjármála, eitthvað svona Wall Street og hann, þátturinn heitir Money Monster. Ég var að reyna að senda svona, ég var að reyna að stela frá þeim að því ég heyrði þig segja game og þá fór ég að hugsa hvað gæti þetta heitir sem heitir game að því ég var svo vissum að þetta væri að þinni bylgjuleik sko. Ég var vissum að vera game eitthvað en ég er rugglega sem ykkur aðra. Mér fannst Game of Chance vera solid gisk. Genuinely aldrei séð þessa mynd. En ég verð að segja eitt, ég er mjög glaður núna af því að það veist. Já, enginn á þig. Ok, yes. Já, það var þig. Þetta snýst ekki um þig allir brjálæður. Jæja, höldum áfram. Það er Óla Máni. Það er nóg að stigum í boði. Hvað heitir þessi mynd? Hverju menn með grímur og byssur hérna? Og aftur, fólk á að horfa þannig þá. Á YouTube eða Spotify.
Ég gróf alveg djúpt, strákar. Ég vildi nú að reyna að koma ykkur aðeins og vart. Eitthvað kvísla hérna. The code on the street is never black and white. Heitir þessi mynd 999? Það er rétt. 999? 999. Wow, það var vel gert. Ég held ég aldrei heyrt þessa mynd. Þessi mynd lúkkar að hún sé svona frá tímabilinu Já. sem að maður horfði ekki á bíómynd svona 2013 Nei, til 2019. ég tók þessa mynd einu sinni á rosalegu bara svona að því hún er á Netflix dæmi, þetta var bara svona og ég var nýbúin að horfa á Casey Affleck mynd Þess er ekki nógu góð samt. Nei, hún er ekki góð sko, ég sagði það aldrei Fínt Ok, kast. Fínt kast. Ævar og Hugleikur, hvað fáið þið næst? Hún heitir Það er eitthvað... sko heitir eitthvað eins og Brand New Family hún heitir eitthvað svona álega hún heitir eitthvað bara New Life and New Family og eitthvað svona hún heitir eitthvað svona basic sko. Er ekki... Svona mjög gleymanlegum titlir þetta er sko keppnin gleymanleg Já, sko, mér finnst þess að það hafi verið mynd 2 þess að koma mynd 2 af þessu hvort þetta heitir eitthvað Family Plan eða Family Plan? eða já, ég ætla að segja það, það er Family Plan ég er samt mjög óviss. ég held definitely það sko. Eru þið með það? Er það svarið? það var bara harðlæst svar Family Plan Family Plan er rátt. Nei. Óla Máni, er þið með þetta? Two months. Rented Family Computer Loki og Jai Sko, svo máli er We bought a family. það er rátt, en það er family í titlinum. Já. Þetta er instant family. Instant Family. Brand New Family Já. ég sagði það ég sagði það Það er næsti bara við En svo máli er, þegar ég er að semja svona keppnir, sérstaklega ég er að semja fyrir eitthvað svona veteran sem vita mikið, og ég finn eitthvað svona mynd, þá er ég alveg bara 50-50, bara kannski er þetta skítlétt, eða kannski það væri ekki hugmynd. Já. Þannig að þetta gleður mig svolítið að þetta bara allt rétt. Ég elska samt þegar að kemur svona að ég er nýbúin að horfa á hana eins og þegar Sweet Home Alabama kom hjá þér varst nýbúin að horfa á hana Þetta er rosalegt svona, ég þyrft að fara í gegnum DFDS-safnið hjá og afa einu sinni enn og ég geti þetta allt saman. Já. Já, og afa. Ok, Óla Máni, það er komið ykkur. Hvaða mynd er þetta? Þetta er A movie for everyone who has ever dreamed of a second chance. Þetta er Alice does not live here anymore Scorsese. Já. Ok. Rétt. Vel gert, vel gert. Okkar maður. Var Chris Christopherson að deyja? Var það rétt um mig? Já, Hann er nýdaðan. já það ekki Ég held að það var í fyrra. eitthvað svoleiðis. ég held að það var í fyrra Flottur gæði. Jæja, höldum áfram. Hugleikur og Eina sem Ævar. gaf mér titilinu var Scorsese já, einmitt sem er hér Já, stundum er það Star is hefður, born. stundum fáið þið Já. svona kastlist. Hvað sagði? A Star is Born. Hann gerði hann eftir. Ævar og Hugleikur. This man needs the best lawyer in town, but the problem is he is the best lawyer in town. Al Pacino in Hvað heitir þessi mynd? eitthvað sko hún heitir eitthvað svona dæmigjörum hérna svona lögfræð titli þú veist, gæti alls heitir Court of Honor gæti genuinely heitir það Hafið þið séð þessa mynd? nei Þú veist, haldið þið það? Þó þessu ekki Ég mynd hef ekki séð þessu mynd. Nei, nei ég kem alveg að þessu. ok, ég ætla að segja að hún heiti ég veit að ég sé hana sko svona á veitunum sko Amazon Prime eitthvað slags og ég held að hún heiti Code of Honor nei, Court of Honor Code of Honor læst Code of Honor, læst rátt. Óla Máni, er þið með þetta? Court of Honor Court of Honor rátt. Þetta er myndin And Justice for All. And Justice for all. ég vissi það var eitthvað honor, justice En vitið hvað myndin þetta er? Þegar ég segi núna til Ég hef ekki séð hana Ekki ég heldur. ég veit ekki um hann, ég veit að ég mert hana í svona watchlista minni á eitthvað svona veitu Ég Ok. veit að þetta í fyrra að því þá var ég Al Pacino feysi Óla Máni, þið eru næstir.
hvaða mynd er þetta? Ói, vei. Þetta er hérna Marlon Brando, Matthew Broderick, hann eitthvað klíp í kinnan hans. He was on his way to the Dean's List, but he wound up on the hit list. Jæja. Já, við veitum það. Er ég að negla ykkur svolítið í þessu plakatum? Þetta er ekki sko myndirna sem maður svona stoppaði lengi við í vídeolegunum sko. Það er ekki svona, ætti Ég er ekki með þetta sko. Þetta er all you. Við erum allavega búin að ná 3 plakatum hingað til sko. Já, vel gert. Tjóð var ég feina. Eins og ég sagði strákar, fyrir 7 árum hefði ég vitað þetta. En núverandi Máni, veit hann þetta? Nei, ég er... En þetta er plakut. Þetta er líka svo erfitt að þetta er hérna. Já. Ég þarf bara að grafa þetta og ég veit ekki hvort ég hef tíma. Þetta er hérna... Finnst þú kannast við þetta? Ég sé þessa mynd. Já, þú ég veit hvaða mynd þetta er. Ok, ég hef ekki séð það. Heldur það geti verið. Þeir eru eitthvað að kvísla sér. Það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Ok, er þið með svar? Nei, ég er ekki með svar. Pass. Já. Pass. Þú með það? Hugleikur Ævar? Er það ekki The Freshman? The Freshman. Þetta er The Freshman. Vel gert. Hugleikur Ævar konur á blað. Ég var að vinna eins og í BT. Ég tengi þessa mynd alltaf við það tíma. Ég sá hún svo oft á DFD á lagarnum. En ég var aldrei síðan hana. Ég sé trailerinn úr henni. Ég hef séð hana. Er þetta ekki eitthvað drast? Það vantar samt sko ekki á plakatið, það var alltaf eitthvað svona eðla. Ég tók hana líka. Já, eðlan var hann. Vel gert, Ævar. Ég photoshoppa hana burt líka. Vá. Það er að fælast fyrir stöðunum, ekki? Jú. Jú, það var svona inn í einmitt Ég er logoður. alveg locked in bara svona X tímabil að vaffa þessu. Ég var fastur inn í bara, þú veist. Ég var að reyna að tengja þetta aftur inn í The Godfather eitthvað. Já. Þetta tengir samt því eitthvað, held ég. Jú, af því að hann leikur gæjan sem Vito Corleone er byggður á. Já, einmitt. Ok, höldum áfram. Það er Hugleikur og Ævar. Hvað fáið þið núna? Þetta er svolítið skemmtilegt svona, blandi póka, sko. Já, við fáum þetta. Þið fóðu þetta. Þetta með það. Mel Gibson, A Father Makes His Own Justice. Ég hef ekki verið Coming náttúrulegur í seinni tíma á Gibson. Sko, já. Sko, það koma alveg tvær, þessi hérna, þetta tagline. Getur komið að sko allavega 3. Þessi heitir, þessi held ég sé, hérna, byggð á breskum sjónvarpsþáttum. Ok. Og heitir eitthvað Devils, eitthvað. Devils. Eða... Court of Devils. Court of Devils. Manstu hverju þeir voru í Court of henni? Owls. Nei, það mann ég. Ég hef ekki séð þessa mynd. Og þetta er svona pabbi að leita upp í... Þetta er pappamynd. Eða ræningja. Það er sitt eigið genre. Svona genre. Er þið með þetta, strákar? Ég meina, þú veist, þetta er ekki hún, en það er ein myndir sem er með hausnum er annað, en ert þú með eitthvað nafn í hausnum? Nei, er ekki með neitt nafn. Þú veist, mér finnst eins og plakati sé að segja eitthvað eins og Raw Justice. Góð titill. En I don't got it, sko. Já, þetta er hérna, hún heitir djöfullinn, ég er nefnilega ásku bresku þátturinn á DFD, ef þetta er það. En nú man ég ekki eins og hvað það heitir, sko. Pass. Já, við segjum bara Ransom, þú þetta sé ekki hún. Ransom er rámt. Ólamann, er þið með það? Þú með eitthvað? Sko, eina sem ég veit seinni myndirnar hans Mel Gibsons er, þú veist, Edge of Darkness og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. Heldur þetta sé hún? Nei, sko, ég er með fárulegan titil í hausnum og það væri mjög fyndið ef það væri rétt. Er það mynd sem hann var í? Var hann ekki í mynd sem hét The Father? Er það svara? Ég spyr bara út af taglænuna, Father Makes His Own Justice. Settum það enn. Já, The Father. The Father, gott gisk. Oh. Þetta er myndin Bloodfather. Ég var svo Bloodfather. Ég var svo nálægt. Wow. Ég var ekki að hugsa rétt mynd. En varst þú ekki að hugsa Edge of Darkness? Ég var að hugsa Edge of Darkness. Já, það er ekki mynd, já.
Nei, ég myndi þekkja plakketið á henni. Ég er nefnilega, ég blown away af þessu titli. ég bara, Vá, mjög góða Já, titill ég- og engin mann eftir þessari mynd. ég bara viss að faður væri í titlinum. Bara út af taglænum, ég fannst það svona, þetta er ekki taglæn fyrir eitthvað nema það, sko. Höldum áfram. Eða ekki. Óla Mári. Það eru við. Brotherhood of the Wolf. Christopher Gans, leiksturinn. Damn! Læst svar, rétt, Máni. Þetta var vel gerð, ég var, wow! Hann leikstur Getur við líka. fengið meira af þeirra plötum? Djöðl er í feina, við byrjuðum. Svo er líka muni að sá sem er undir, þeir fá að velja á eftir hvort Já, það er rétt. Það Ok. breytir engu. Þetta er blekkingarregla. Ok. Það er Hulugur og Ævar. Hvað fáið þið? Já, Já, Þú ert með það, ég er ekki með þetta, en þetta var eitthvað svona... Þetta er myndin eða, eins og hann heitir á ensku, Já. Blue is the warmest color. Það Það er er rétt. Ég er alveg bara, ekki segja þetta á frönsku, ég veit ekki. Þetta er svona frúin hefði vitað þetta. já, Ok, Óli, við erum fara að klára þetta, það er bara tvö plakkut eftir. ok. Óla og Máni. Hvað heitir þessi mynd? Pauly Shore. Skriðdrekar, Pauly Shore, þyrlur, risasprenging. America sleep tight. The safety of the free world is in his hands. Ég er ekki með titil, sko. Hvað hétt þarna myndin það sem hann var í einhverju svona dóm? Hétt hún ekki... Það Það er Biodome. Þetta er ekki... Bara... Tank Man. Þetta er eitthvað svona... The Secret Weapon, hún heitir eitthvað svoleiðis. Er það giskið? Er það ekki skýð? Já, já. Það er ekki skýð. Það er ránt. Það er Hulugur Ævar, er þið með þetta? Er þú með þetta? Er þú með það? Hvað er það? Það er svo Ævar sem með þetta. Já, ég held að Nei, það sé- sko, málega það, þetta er annarkvæmt Army Man eða In the Army Now. Djöfullin maður. Það er annarkvæmt það. Það er rétt, þetta er annarkvæmt Army Man eða In the Army Now. Og það gæti verið að þetta heiti bæði, þú veist, Pauly þetta er Shore. release af Já, Pauly Shore að gera sömu Army mynd. Man. En það, hérna, já, ok. Þetta var mjög gott gisk. Hvað var það- Tank Man hvað var- kom var fyrst í mjög hausinn solid á þér? gisk. Army Man var fyrsta sem Já. kom með, vegna þess Það að það var var svona Army Pauly Man. Shore titill, stutt. Það er Army Man. Army Ég Man? hef líklega rátt Hún heitir það. Army Man. Army Man. Já. Þetta er In the Army Now. Nei! En býta þess, Ævar. Er Army Man Já. annar titill fyrir myndina? Ég veit Á ég að ekki fletta víst. því upp. Það er ekki eina Googla. Pauly Shore myndi sem heitir öðrum titli í Bandaríkjunum heldur í Evrópu, eins og til með California Man og Encino Man. Já, Og ef það er myndi sem einmitt. er með man í titlinum, þá gerast það alltaf. Geðu rempingur En- þessar Pauly Shore myndir. En ef að þessi mynd er líka Þetta titlu, gera allt. strákar, ef að þessi mynd er líka titlu Army Man, þá fáðu þau þetta stig. En ég tekka ekki á því. Óli er að kíkja á þetta fyrir mig hérna. Hann er að fact-checka þetta. In the Army Now. Já. Það er engin mynd með honum sem heitir Army Man. En getur þetta verið svona alternative title? Encino Man hétt California Man. Já, hún að fara yfir það. Þannig að Sjá, Pauly Shore, Army Man. Menn er að tjekka á þessu núna. Ég hef aldrei heyrt þetta, sko. Nei, ég meina, þú veist, þetta var gisk út í bláin. Þetta er ekki eitthvað sem In the Army Now er auðvitað. djúpþekking sem ég var að draga á. það er ekki hægt að finna hana undir Ég titlinum efast Army Man. Ok. Ég held að Slá. mista Ó, já, já. Þetta er 50-50. Það var mér að kenna. Já. En það er svo sárt fyrir mig þegar ég heyri menn eitthvað, já, þetta er huglega inn í Army Now. Ég held bara svona, Þú getur það. Þetta var, ég hef aldrei séð, fyndið að fact-checka í byrni. Nei, því þegar það sagði þetta mitt, það eru svona myndir sem er með annan Já. titil í Já. Evrópu eða eitthvað. Já. Ok, höldum áfram og klárum núna þannig að plakkatlið, það er það ekki, nei, hérna Hulugur Ævar. Já. Já, þetta er veituna. Já, ert þú með það? Fuck nei. Emilia Clarke, Sam Claflin. Þú heitir eitthvað svona It had to be you. Já, þetta er eitthvað svoleiðis. Já. Eitthvað svona, a wonderful night. It was a wonderful night. It was a... Allar þessar myndir heita sama nafninu. Addicted to you. Eitthvað leys.
Þetta er byggt á sko a New York Times bestseller. Já, það heita svoleiðis nöfnum. Þannig að þetta er eitthvað specific nafn sko. Já. Það stendur ekki based on the book. Ég er alltaf að reyna sem ég geta farið við þetta og eyða þú út. Já, ég meina, er það ekki bara It Had To Be You? It Had To Be You, það er svona lagið í myndinni. It had to be you. Nei, auðvitað er þetta Addicted To You. Læst svar. Já, eða ekki? Já. Addicted to you er rá. Myndin heitir, þau voru nálægt, hún heitir Me Before You. Það er rétt. Ég hef ekki sagt að þetta væri jú-mynd. Christ, maður. Ég hef ekki sagt að það var jú-mynd, sagði það. Jú, það er alltaf eitt svona ránkóla augunum á hinn. Ég hef aldrei séð þessa mynd, ég bara man að ég þurfti að lesa hana fyrir ensku einhvern tíma, svona enskar bókmenntir einhvern tíma. Var þetta coverið á bókinu? Þetta var coverið á bókinu, já. Og stóð þá svona limmið eitthvað svona now a major motion picture. Já, og ég hata þannig bækur, ég hata að eiga þannig bækur. Sammála. Bók á að vera með sin eigin kápu, ég veit af hverju þetta er gert, þetta er náttúrulega með hliðmyndar maður hljóðundar að kasta í hausnum á sig þegar maður les. Já, true. Já, meina þegar þú lest hana þá ertu með hana í huga. Já, það er lett. Ég er enda, gafst þú mér ekki To Android Stream of Electric Sheep með Blade Runner coverið? Það var einu sem var til! Nei, mér finnst það cool sko. Þá talum við það. Jæja, strákar, staðan er Hugleikur og Ævar eru með 2 stig, Óli og Máni eru með 5. Wow. Það náttúrulega munar ekkert miklu. Fullt af stigum. Ekki af áhugjur. Næst eru almennar spurningar. Hugleikur og Ævar, viljið þið fyrst fá spurningu eða viljið Óli og Máni fá fyrst spurningu? Ég finnst bara besta svona upp á OCD, sko. Hver átt að gera síðast? Þetta var ykkar. Já, ætti þér það ekki bara að gera nú? Jú, það er fínt. Já, þú ert að hugsta, ok. Óli og Máni, almennar spurningar. Það eru 10 og þetta er bara 1 stig. 10 á mann, 10... Nei, 5 á mann. 5 á mann. Eða 5 á lið. Spurning 1, Óli og Máni. Hvað heitir fyrsta myndin sem John Woo gerði í Bandaríkjunum? Var það ekki Face Off? Jú. Er það ekki... Jú. Face Off? Rámt. Ævar og Hugleikur, eru þið með þetta? Nei, það þetta mun vera Broken Arrow er ég nokkuð viss. Broken Arrow? Það er rámt. Wow. Ég veit þetta. Þetta er meistaraverkið? Þetta er meistaraverkið Hard Target. Hard Target. Jæja. So close, but yet so far. Hafstættir eru að fara í ílum líka hvað við erum að klúður oft. Ég býð rosalega stressaður eftir Steven Spiegel spurningunni. Steven Spiegel. Þetta var gott óminn. Hugleikur og Ævar. Spurning 2. Hvað heitir fyrirtæki hans John Hammond í Jurassic Park? Er það allt og erfitt hjá mér? Þetta er best og það best. Spólaðu tilbaka á myndina þar sem að þeir eru með I'm Mr. DNA. Já. Heitir þetta Dynatech eða eitthvað? Dynatech. Það heitir The Monster Factory. Ég, sko... Erum við einhverja hugmynd? Nei, mér finnst þess að það myndi bara heita Hammond Incorporated, sko. Skjóðum að það er fínt. Segjum það bara. Hammond Incorporated er rámt. Óla, mann eru þið með þetta? InGen er rétt. InGen. Cowboys and Ingens. Það er þá Óli og Máni. Í hvaða MCU-mynd var Spider-Man fyrst kynntur til sögunar? Civil War. Captain America, Civil War. Það er rétt. Alltaf þegar það komið okkur eða ykkur núna, ég er alltaf að líta aftur á skjáin. Já. Þetta er mjög svona glorious plagga til þess að hafa sem... Já, þetta hangir inni hérna. Já, nefnst, ég held alltaf að hann sé að fara að skipta. Nei, það kemur ekki alveg strax. Ævar og Hugleikur. Hvernig dýr drepur Alex Forrest í 80s spennumyndinni Fatal Attraction? Nú, kaninu. Það er rétt. Ég vissi þetta, djöðin.
Óla Máni, fyrir bara hratt í gegnum þessar spurningar. Hvað heitir fyrirtækið sem á bakvið T-vírusin í Resident Evil frá 2002? The Umbrella Corporation. Læst svar. Læsvar. Það rétt. Umbrella Corporation. Tölvuleikirnir. Hugleikur og Ævar, hlustu nú vel. Hvaða leikari var ráðinn sem Red Ghost í myndinni The Fantastic Four First Steps en var síðan að lokum klipptur úr myndinni? Hashtag release the John Malkovich card. John Malkovich. Rétt. Jæja. Stjórnar hann ekki öpum? Jú. Í einu af þýttum frá Siglufjörðar prentsmið. Það var rauði draugurinn og abarnir hans 3. Óli og Máni. Spurning 7. Númer hvað er The Revenge of Michael Myers í Halloween-seríunni? Númer hvað er svo mynd? Sko, sagðirðu The Revenge. Já. Það er Halloween 5. Lokasvar. Lokasvar. Já. Það er rétt. Vel gert, maður. Það var annarkor 5 eða 6, ég viss að 4 var Return. Hann kom aftur og síðan hendan sín. Já. Svo var Hugleikur. hann H2O í smástund. Já. Vanmetin mynd. Já. Ekki. Ég bara... Þið finnst ekki alveg ömurlegt. Hún er hún er bara fun. fín. Hún er bara... LL Cool J er inni og mamma hennar Jamie Lee Curtis leikur sko leikur í þessari mynd og þegar hún er að labba í burtu inn á atrið það er svona smá svona Deyr hún ekki í sturtun aftur? Smá svona, nei, en bara svona vísun í það Já. maður tekar eftir svona Bara fyrir þá sem vita. bara að maður fengi Halloween spurningarnar. Spurning 8, það er Ævar og Hugleikur. Hvað heitir fyrsta myndin sem Arnold Schwarzenegger leik aðalhlutverki í eftir að hann hætti sem ríkisstjóri í Kaliforníu? Eftir það Sérst aðalhlutverki í. hvað hét hún hann Það ekki? Já, hann var á plakatinu, sko. Menn er eitthvað að kvíslast hérna. Johnny Knoxville. Já. Það er allir segleitnum þá er svona og Johnny Knoxville sem segir how do you feel og hann segir old og það er Var þetta ekki Netflix mynd? þetta var svona kortir í Netflix sko en var samt bíómynd vegna þess að þá var ennþá bíómyndir til. Já, hún hét bara, nei, ok, ég ætla að, hvað heit hérna myndina sem hann er með krakkar sem er zombie? Ég man ekki hvað hérna myndir heita. Akkur getur þetta Þú ert í bíómynda! Akkur getur þetta ekki verið hvað myndirnar eru? Er þið með það? Ég vil að segja að hún heiti, hún heiti Rusted. Rusted er rámt svar. Ólamann, er þið með það? Heitir hún The Last Stand. Það er rétt. Wow, Jesus Christ. Þetta er rúst. Nei. Ég vil ekki rúst, Ævar, ég vil ekki rúst. Þú ert búin að stressa okkur með að segja þú þolir ekki rúst. Þetta var vel gert, Óli. Ég er kokki, þegar ég sagði bara, ég var bara einn á móti þeim. Ólamanni, spurning 9. Hlustiði nú vel. Ok. Hvað heitir leikarin sem réttir persónu Tom Cruise skjalatösku í byrjumyndarna Collateral? Jason Statham. Jason Statham. Ég held að það var eitthvað voða trikki spurning. Dæþum. Það er rétt hjá okkur. Mamma er rosalega skotin í honum. Honum og Ryan Reynolds. Já, ég bara... Gjör ólíkir menn. Nexlaður. Ég segi bara skiljanlega. Hún er svo skrítið. Er það betra en með kvikmyndasmekk mömmu minnar? Hef ég sagt ykkur þetta? 2 uppáhaldsmyndir mömmu minnar eru The Holiday
og Seven. Fjölbreytt. Jæja, við klárum þetta, almenna spurningar. Spurning 10, Hugleikur Ævar, þið klára þetta. Númer hvað er The Dream Master? Voru þeir ekki spurðið síðast? Nei, Jason Statham, sorry. Númer hvað er The Dream Master í Nightmare on Elm Street seríunni? Já, sko, þú veist, Nightmare, þú veist, Dream Warrior, er nú 3 og 4 Dream Master og Dream Baby. Heitum það ekki, 5. Ég segi nú 4. Það er rétt. Vel gert. Renni í hölli, hún er Þetta var eiginlega besta. Já, svona fyrir þetta 3 og 1 og 7. Hafið þið tekið Wes Craven 3-leikinn? Horfa bara á 1, 3 og New Nightmare. Já, ég hef hugsað alltaf það sem svona heilagan. Hefur þið tekið það? Ekki í svona röðuna. Ég mæli með, það er mjög fun. Hvað er við það að taka þær 3 ár? Það eru einu myndina sem Wes Craven hafði hendið sinni í. Hann alltaf skrifar á leikstýri fyrstu, hann er með story og screenplay credit á 3. og svo skrifar hann á leikstýri New Nightmare. Þetta er Wes Craven 3-leikurinn inn í Nightmare on Elm Street franchise-inu. Ég er á því að New Nightmare sé mjög vanmyndin. Nei, líka því þú getur þá litið á það sem að því Nancy, hún alltaf deyr í 3. myndinni og síðan er Freddy Krueger að tróða sér aftur inn í raunveruleikann í 7. en þú getur, hún Heather Langenkamp. En hvað heitir Christina Arquette karakterinn í 3. myndinni? Þegar Nancy er að deyja þá segir hún við hana I'm going to send you into a beautiful dream. Mynd nummer 7 er The Beautiful Dream. Skemmtilegt. Þannig að þið getið tekið eftir sem 3-leik og það svínvirkar. Jæja, strákar. Staðan. Það er líka fínt að setja 5. myndinu inn eitthvað stöðar. Aldrei sé þetta. Já, akkurat 5. Það var leiðilegast. Dream Child. Dream Child, ekki Dream Baby. Dream Baby. Dream Baby. Jæja, strákar, Hugleikur Ævar, þið eru með 5 stig. Ól og Máni eru með 11. Já, herðu, þetta er ekkert mál. Þetta er ekkert mál. Ok, höldum áfram. Við förum núna í svolítið skemmtilegt. Ég byrjaði þessu núna í síðasta þetta heitir persóna og leikari. Og nú er sjónvarpið. Ég er ekkert að byrja titil og mynd. Ég vil fá að vita hvað persóna heitir og ég vil fá að vita hver leikur persóna eða ef þetta er teiknu persóna, hver talar fyrir persónuna. Hugleikur og Ævar, viljið að strákarnir haldi það bara áfram með það? Já, gerum þetta bara svona, þetta fungera. Í réttri röð. Réttri röð, Óli og Máni. Þetta er karakterinn Frozone og hann er leikinn eða talaður af Samuel L. Jackson. Það er rétt. Og glemt að segja, það eru 2 stig í boði. Fyrir persónu og leikara. Þannig að Óli og Máni, þið eru konum með 2 stig. Þetta er svo góð mynd. Hún er það. Shit, hún er geðveik maður. Ég er búin að horfa þetta ofta á hann út af strákunum, sko, litur. Já, ég hef ekki þá afsökun. Nei, þetta er bara legit gegn mynd. Nei, þú veist að ég að segja alveg búin að horfa út af krakkur. Ég er bara alltaf að horfa á það. Þú ert bara alltaf að horfa á það. Já, litla fræng. Hugleikur og Ævar. Hvað heitir persónan og hver tala fyrir þessa persónu? Heitir hann ekki bara Maui? Dwayne Johnson. Og Dwayne Johnson, já. Dwayne The Rock Johnson. Það eru 2 stig. Var mikilvægt að hafa The Rock að inni? Nei. Mér varst bara gaman að sjá hugleikur svona bæta í því, þú veist. Ég er sammála, sko. Eru þið spenntir í remakeið, strákar? Nei. Af hverju er það að gera þetta? Þessi mynd er ekki 10 ára gömul. Hún var í bíó daginn. Hún lítur út eins og AI slop. Það er bara, ég er ekki hrifinn af þessu. Drast. Ekki kaupinu. Ég elska AI slop. Ég elska að þurfa ekki að hugsa neitt. Bara, kemur bara eitthvað efni. Þetta er bara framtíðin, sko. Þetta er bara þróun. Ég hati þetta. Ok. Það er Óli og Máni. Ég vil bara segja ykkur strax, það eru nokkra persónur á skjánum og ég er að biðja um ákveðna. Ég ætla að segja ykkur hvaða persónu. Þannig að ekki segja neitt strax. Hvað er í næsta horninu? Hérna sjáum við 5 manneskjur. Ég vil fá að vita hvað konan sem er hérna fremst í ljósum kjól, hvað heitir þessi persóna og hvað heitir leikona?
Sko, ég man ekki hvað persónan heitir, manst þú það, Máni? Var hann ekki The Key eða eitthvað svoleiðis? Monica The Bellucci. Keymaker. Er það Monica Bellucci og er það, sagður bara The Key? Getur verið að hún sé að sína þeim The Keymaker eða eitthvað svoleiðis. En ég hef ekki séð Matrix 2 í svolítið langan tíma. Segja það bara, Monica Bellucci, Og já, The Keymaker. The Keymaker. Þið fóðu 1 stig fyrir Monica Bellucci. Gefa ykkur stig hérna strax. Óla Máni, Hugleikur og Ævar, eru þið með nafni á persónunni? Þú maður það? Ég er ekki með nafn á persónu, en þetta er The Keymaker. Er hún þá ekki The Locksmith? Hún er hústinn í fyrir the Merengian eða Merengian. Það var hún svona móttöku. Já, hvað heitir það í hótelum? Concierge. Sure. Hún heitir The Concierge. Það er rátt, ég elska hvað þú ert alltaf að reyna að fá stig fyrir einhver svaka gisk. Hvað heitir þessi karakter? Hún heitir Persephone. Persephone. Þetta er erfitt. Já. Venjulegt nafn. Matrix-nöfni eru svona The Guide, the Wallmaker eða þetta er Morpheus. Persephone. Veistu hvað? Ég Ég ætla að fara að spyrja drottning. það er ekki spurning skipið í The Matrix eða í þessu? Nei. Ok, veistu hvað skipið þeirra heitir? The Ship. Það var Nebuchadnezzar. Ok, strákar, höldum áfram. Þetta var Óla og Máni, þannig að það er komið að Hugleiki og Ævari. Hvað heitir þessi persóna og hvað heitir leikonan? Hún heitir Rosamund Pike, leikonan. Það er rétt. Og Gone, eftir nafn Girl. já, hún heitir Gone Girl. Það man ég ekki. Ekki man ég nafni á henni. Ég ætla að segja, ef ekki hún segja hún heitir Betty. Nei. Þú langar að segja hún heiti eitthvað svona eins og Alison eða eitthvað. Hugsaðum bara Alexis. plakkutin sem að, þú veist, have you seen? Ég bara sé sem þetta einu sinni. En Alison er fínt nafn, Alexis, ef að segja Alison. Ég held að þetta er fullt nafn. Alison Affleck. Alison Affleck. Það er allan að Rosamund Pike. Fyrir með Rosamund Pike. Já, og hún heitir Alison James. Það er rétt með Rosamund Pike. Þið fóðu stig fyrir það. Þetta er ekki Alison, hvað sagði, James? Alison James. Þetta er ekki Alison James, nei. Óla Máni, eru þið með karakterinn? Amy Dunn. Amy Dunn. Amy Dunn, vel gert. Við vorum að tala Gone Girl á leiðinni. Í alvörunni? Horfði á hana fyrir svona viku síðan. Ok, það er komið að Óla og Mána. Hvað heitir persónan og hvað heitir leikarinn? Mér finnst svo gaman að pína keppandi. Þetta er Walton Goggins. Walton Goggins. Það er rétt. Ég sé þessa mynd einu sinni. Uppáhaldsmynd í. Nei, ég man ekki nafna hans að því að hann var alltaf að kalla sig The Sheriff of Red Rock. Það er eina sem ég manum hennar helviti skaraður. Hét hann ekki eitthvað svona Dean Dickinson eða eitthvað Hann svoleiðis? hét hérna, við Dean Dickens. Sheriff. Ég er ekki með, ég er ekki með hvað hann heitir. Pass. Mér fannst Dean Dickinson gott. Viltu giska á það? Má ég giska á það? Þú mátt giska á það. Ég vil giska á William Williamson. Frekar. Það er rátt, en þið fóðu stig fyrir Walton Walton Goggins. Goggins. Hugleikur Ævar, eru þið með karakterinn? Ég er ekki með karakter. Þetta er náttúrulega, hvað sagði þú Dean Dickinson? Ég stæði Dean Dickinson. Nei, það sagði William Williamson. William Williamson, já, ok. Þá er þetta náttúrulega, Reginald Doe-Treve. Hvað heitir helvitið? Hann heitir, ég veit ekki hana því ég sett á blað, ég bara, þetta getur verið smá ósangjart. En, hann heitir Chris Mannix. Chris Mannix. Það er ekki eins og Dean Dickinson legt. Nei. Hvað er ég að hugsa? Reginald Doe-Treve. Þú leiði mig bara að segja þetta. Já, ég var bara full on Sheriff of Red Rock, af því það er eina sem hann titlar sig í myndinni. Þetta var sniður spurning. Það er sniður, já, hún er svolítið erfið, kannski. Ok, Hugleikur og Ævar, þetta var nefnilega Óla og Máni. Hvað fáið þið? Persóna og leikari. Hann heitir Chris Penn og þetta er Nice Guy Eddie. 2 stig. Helgjart. Hann heitir Guinea the Bear. Já. Jeremy Allen leikur hann.
Nei, Já, Jeremy Allen White gæti leikið hann samt. það er sem að svipur. Og það er komið að Óla og Mána. Persónuleikari. Þetta er Dr. Sam Loomis, leikinn af honum Donald Pleasance. 2 stig. Ég hefði setið hérna í 5 mínútur. Hvað hétt hann? Dr. Loomis? Það er náttúrulega viksla spurningum. Já, það hefði það ekki. Við verðum að halda okkur á þessa leið. Leiður ef við ætlum að grípa aftur hérna sléttutöluna. Já, það var eins og við séum farið í aðra röð við afgjörstukassan. Já, og líka þá mun það líka snúast. Já, þú veist það, leið og þið skiptið, þá skiptast þetta. Já. Hugleikur og Ævar. Blind Pack Theory. Já, ég meina, þetta er Janet Leigh. Og Það er rétt. Persónan. personan bara sko hvað morðfjölskyldan heitir í þessari mynd. Eru persónunöfn, er það erfitt? Persónur í bíómyndum. Nei, ekki ef það er eitthvað svona Létt. já, ég ætla ekki að segja en þetta getur verið svarað á eftir. Ekki segja mig. Er þið með þetta? Þið eru með Janet Leigh. Já, Janet Leigh og hérna og hún Joan Harrod. Þetta er náttúrulega Joan Harrod eins og allir muna. Ég veit ekki gaman að hlusta á þessu gisk sem kom upp úr þér. Það er ránt, en ég ætla að gefa ykkur stig fyrir leikkonuna. Gott bandarísnafn frá 1940. Óla Máni, eru þið með persónuna? Hún myndi ekki heita Marion Crane. Þetta er Marion Crane. Jesus, ok. Jæja, stráka, nú eru 2 eftir. Varstu að leggja bölvun á mig? Ég var bara ekki að grumble. Það eru 2 eftir. Og núna eru 3 stig í boði. Það er okkur, það ekki? Þið fóðu 3 stiga spurningu Já. og Hugleikur og Ævar fóðu 3 stiga. Alright. Þess að hafa þetta sangja. En það er komið fyrst, Óli og Máni, það er komið fyrst að ykkur. Og þarna vil ég fá mitt nafn á persónunni, Já. nafni á leikarinn sem lék persónuna og svo sem talaði fyrir hann. Heyrðu, ég veit þetta. Hvað heitir karakterinn? Hann hét hérna Homo eitthvað. Já, byrju, þetta er Abe Sapien, David Hyde Crane eða ekki? David Hyde Pierce og Doug Jones. Doug Jones. 3 stig. Þetta, shit. Það er samt fallegt að kalla hann Crane. Já, Frasier. Ég var í Frasier ból sem við skipt út fyrir þannig. Hann eignaðist David Crane í þáttunum, svonans. Já. Og gæinn sem framleitið á. Jú, það er svona, ef þú hefði sagt David Hyde Crane, það hefði verið rámt svona. Já. Þess vegna ertu að passa okkur, sko. Jæja, Ævar og Hugleikur, þið fáið rauninni svipaða spurningu. Crane. Nafn á persónu, leikaranum og hver talaði fyrir hann. Já, ég meina personun er hann Mál okkar, Darth fyrir nafn, Darth Mál eða Maul. Og þetta myndi vera Ray Park sem er þarna í líkamannum. Og Peter Serafinovich. Vel gert. Vel gert! 3 stig. Anskoti. Sam Witwer núna. Sam Witwer er samt að tala fyrir hann núna eins og Máni sagði. En ekki í myndinni. Ekki í þessu. Ekki myndinni. Peter Serafinovich, gott púl. Já, það er gott púl. Ég hélt ég væri að negla ykkur með sko Peter Serafinovich hana og með David Hyde Pierce á Abe. En, nei, þið náðu þessu. Hugleikur og Ævar, þið fengu 9 stig í þessum lið og þið fengu 11. Það var Sam Witwer sem talaði fyrir hann í Solo. Er þetta úr Phantom Menace? Eða Solo, ertu viss? Manst ekki hvað hann var feitur í Solo? Var það? Það er bjórvömba á honum, sko. Já. Nú. Hann er búin að, lenda í smá vesen. Það sést ekki að þessu... Skiljanlegt að hann sé að díla við smá Já, tróma. það sést ekki að þessari mynd, en vitið ástæðan af hverju Darth Maul er með eyrnalokk. Nei. Darth Maul er canonically alltaf með eyrnalokka því rétt fyrir tökku á þessari senu þá glemdi Ray Park, hann glemdi ekki, hann var búinn að setja piercing í eyrað á sér, svona stödd og það var ennþá að gróa þannig að hann mátti ekki taka úr, þannig að
út af því kanónagli Darth Maul alltaf með eyrnalokk. Ég fíla þannig hluta af hans persónuleika, sko. Shit, maður. En já. Herru, strákar, þessi liður er búinn. Hulu Grævar, 14 stig í heildina, Óla Máni 22. Þetta er ekki óhugustig. Næst förum við í lið sem að mér er svona pínuskemmtilegur, sem heitir rétt eða ránt. Og það er smá twist í þessu lið. Og twistið er þetta eru 6 fulleringar. Kemur ein í einu og þið skiptist á að svara. Þið er bara að segja mér hvort að fulleringi sé rétt eða röng. En ef þið segið þetta er rétt, þá þarf allt að vera rétt í fulleringunni. Kannski kemur fyrir nafna leikstjóra, ártal, nafna mynd, eitthvað. Það þarf alltaf að vera rétt. Ef að þið segið til þess, ef að Hulu Grævar, þið segið þetta er rétt og það er rangt hjá okkur, þá fá Óla Máni sjálfkvæðstig. Ef þið segið pass, þá færi svarrétturinn yfir á þá og þá leika þeir samanleik. Ef bæði liðið segja pass, þá færi engin stig, en ef annarkvort liðið klikkar, þá fær hitt liðið stig. Þannig að ef þeir gefa okkur svarréttin, við klúðrum, þá þeir þá hitt stig. Já. Okay. Þannig að þið getið spilað þetta taktíst. Við þurfum ekki að tala stíðin. Náðu þessu ekki. Já, jú. En þá þarf að vera Allt rétt. allt rétt. Eða rátt. Já. Það má vera eitt rétt, það má vera eitt ránt. Já, en ef Ef eitt rátt, þá er öll fullringin. Já, eða eitt Já. rátt og öll fullringin, ég skil. Þannig í rauninni það þrennt sem þið getur valið, rétt, ránt eða pass. Þetta er ekki eitt hættulegu liður. Ykkur getur verið refsa, þannig að þið alveg bara, þetta er pottið rétt. Svo er það ránt, þá fá þeir sjálfkvæðstig. Þið undir, ef viljið halda áfram samanleik bara, er það bara Óli og Máni sem að... Nei, við ætlum að taka þetta núna. Já! Veistu það, núna á þetta eftir að snúa. Við erum bara ósýndíðir átt, við ætlum bara að keira á þetta. Ævar er búin að setja nefan í borðið. Ævar og Hulugur ætla að byrja núna. Ég er að fíla það. Það er komið smá kraftur inn í menn. Ævar er komið nóg af þessu. Prove me wrong. Þessi kemur bara versta fullir í þetta. Já. Árið þetta á þessu mánuði. Byrjum á þessu. Leifum mér að lesa fullyrðinguna á hann því svarið. Hulugur Ævar, það er þá komið að ykkur. Þetta er rétt eða ránt. Eddie Murphy lék í 48 Hours árið 1982 og svo í Trading Places árið 1983. Já, þetta er rétt. Já, rétt. Læst svar. Hárétt hjá þér. Góðar staðir. Þetta er stig fyrir ykkur. Þetta er rétt. Rétt hjá þér, það virkar að sýsa. Já, þú ættir að þakka honum fyrir. Downhill from here. En sjáum hvað Óla og Máni fá. Kannski fá þeir ennþá léttara. Það gæti verið. Óla og Máni. Hilary Swank hefur unnið Óskarinn 3 sinnum. Það er rámt. Stig fyrir ykkur. Tísvar. Boys Don't Cry og $1 Million Baby. $1 Million Baby. Þú sér ekki gert mikið eftir það. Hún hvarf Hún svolítið. var hérna í The Core. Hún var í Karate Kid 4. Já. Og fullt af leikurum í þeirri mynd, sko. Já, eða mynd. Ok, Ævar og Hugleikur, sjáum hvort þetta var rétt hjá Ævar að taka skarið og breyta uppröðin. Það finna er að ég hefði skotið rámt á fyrstu spurningunni, sko. Djöðu skjátt það. Ég er ekki að djóka. Ég var alveg býta, Trading Places ekki 84. Ok, Ævar og Hugleikur. Denzel Washington lék í 2 myndum árið 2002, John Q og Antoine Fisher. Þetta er ljóslega kjaftaði, sko. Já, ég meina... Það myndi aldrei leika í myndum sem heita báða svona mannsnöfnum. Nei, Sömu sama ári. Ég held að hann hafi leikið þessu myndum sama ári, en ég held að það var 2002. Það er það sem vorst að hugsa. Já, ég held að það sé fyrr. Nei, ég menna síðan. Obviously síðar og þetta er þá rátt. Vill maður segja rátt. Rátt. Óla og Máni fórsti. Þetta er rétt. OCD það er rétt þess að ég klúðra þessu. Óla og Máni fá hann að auka stig. Jæja. Þessi var bull erfið samt. Já, ég man ekki munin. John Q það er svona hostage situation. Já, ég held að. Antoine Fisher er önnur mynd. Ég held að, nei, úps.
Ég held að Antoine Fischer var í leikstjóri svo fattaði ég, Antoine Fuqua. Höldum áfram, Óla Manni. Meryl Streep lék í 2 myndum árið 2002, The Hours og Prime. Þetta er rámt. Stig. Skaustu það, vissir þú? Ég var frekar viss að Hours kom seinna. Okay. Það var eiginlega bara svona gut feeling. Jæja, Hugleikur og Ævar. Það er bara ein fullering á mann eftir í þessu. Árið 1994 lék Nick Nolte, körfuboltaþjálfara, í kvikmynd eftir William Friedkin sem heitir Blue Chips. Ég ætla að setja sér rétt. Ég er nokkuð viss að þetta var 94. Þú séð það? Nei, en það Þorri bróður minn hafði geggjaðan áhuga á körfubolta í 94 þegar við vorum í Bandaríkjunum. Þetta er bara tengt við mitt eigin líf. Og hann verður ríkin fan var bara, þú veist, Og svo hugsalega er það bara að tengja spila körfu út af Nick Nolte. Já, hann var bara, ég vil vera svo Nick Nolte. Hafði ekkert að gera með Ekkert að gera með Jordan. Nei. Hann var bara Blue Chips. Blue Chips. Já. 94 Blue Chips, sko, það er alveg það er 95, en ég segi það bara rétt. Ég meina, þú veist. Samkvæm gerist við að fara að fá okkur vangi á eftir. Þetta er 50-50. Það segi þetta sér rétt. Það er stig. Yes, ég vissi að Vel það gert. var ekki vafi. Takk, Þorri. Takk, Þorri. Hann einmitt keyrði, hvað var það, trukk eða eitthvað. Af því hann sá Sorcerer, byrjaði að spila körfubolta og hann sá Blue Chips. Já, akkurat. Óla og Máni, þið klárið þannig lið. Eftir hann hætti kaþólsku kirkjunni. Árið 1999 lék Chow Yun-fat löggu í kvikmynd eftir James Foley sem heitir The Corruptor. Ég ætla að segja ég held að það Já. Ég þekki Chow Yun-fat úr Pirates of the Caribbean. Já. That's it. Við erum bara að segja að þetta er rámt. Það er stig fyrir Hugleik og Ævar. Djöfull. Þetta Tjekka verður sem ég. hardboiled. Hardboiled. Ég hef eftir að taka allt John Woo. Herðu, þið voru bara með, bæðilið voru með Það er ekki John Woo annars. Þannig að staðan er Óla og Máni með 25 og Hugleikur og Ævar með 17. En það er alveg eftir slatti af stigum. Núna förum við í lið sem heitir Atriði. Þá setjum ég bara rammaðin upp á sjónvarpið og þið er bara að segja með titilin á myndinni, ekkert annað. Og það er 1 stig fyrir hvert rétt svar. Hugleikur og Ævar, viljið þið gera núna eða viljið þið byrja á þessum nýja lið eða viljið Óla og Máni? Núra en þú ferðir náða. Við skulum byrja. Byrja? Ja. Ok, þú er an agent of chaos. Þið ætlaði að byrja, Hugleikur og Ævar. Úr hvað myndi þetta, Adri? Hvað erum við að byrja? Já. Já, þetta heitir hérna, þetta er ekki, þú veist, Ég veit um Já, ég man. Ég veit ekki, ég hef ekki séð þetta. þetta heitir The Fault in Our Stars. Það er rétt. Vel gert. Óli og Máni, hvað fáið þið? Hvað myndi þetta? Þetta er Sense and Sensibility. Það er rán. Remains of the Day. Það er rétt. Það var rétt. The Remains of the Day. Það var either or. Það var either or. Það er líka hverju myndir í gamla dag. Það er engin svona skelvulegur green screen að skemma þetta allt saman. Nei, þetta lítur út þessu bíómynd. Alvöru gluggatjöld. Er Það þetta var að ekki strauja Photoshop. Það var ekki CGI þetta inn eftir á. Já, mjög fallið. Ég held ég aldrei sé þessa mynd. Haldið það hafi verið tekið atriðið upp með þessu í sama rými eða heldur það hafi verið annað gæja að leika Hopkins og andlitna svo bara límt á eftir á. Við vitum það reyndar að Hopkins er rosalega lítill, þannig að þetta er rosalega nálægt. Ok, það er Hugleikur og Ævar. Þetta er myndin The Keep. Þetta er Michael Mann. Það er rétt. Tangerine Dream gerir tónlistina fyrir. Tangerine Dream. Voru þið með þetta, Óla og Máni? Ég veist þetta.
Ég vissi þetta ekki. Ég held ég var þvílíktur, ég setti þetta upp, ég var að þeir fatta þetta aldrei. Nei, ég weirdly átti samræðu Michael Mann og ég flett upp filmografíun hans. Það virðist alltaf koma fyrir. Já, þetta er svona lang skrýtnasta mynd. Þið fáið núna, nei, hann ekki Hulugur, heldur. Óla Máni. Óla Máni. The Bridge over the River Kwai. Það er rétt. Takk amma. Sýndi mér þess. Þetta er svill, þetta er augljóslega The River Kwai. Brúin. Brúin yfir Kvæfljótið. Hvort er meira ábærandi? Þetta eða hana Money Monster sem var í bakgrunnum sem enginn okkar tók eftir. Já. Ok, það er Hulugur og Ævar. Hvað fáið þið? Þetta, ert þú með þetta? Nei. Þá ætlum ég bara að segja Blade of the Immortal. Blade of the Immortal er rámt. Þú með þetta manni? Er þetta ekki Inuyasha eða eitthvað svoleiðis? Skjáttu bara það, ég er ekki með titil. Inuyasha. Það er rámt. Þetta er uppbóðs anime-myndi mín. Ninja Scroll. Já, það var númer 2 eins og þér. Það í alveg. Ninja Scroll. Já, ég þekki þetta ekki nógu vel en ég þekki, þú veist, ég hef einu sinni hort á YouTube myndband sem taldi upp mikilvægasta animeið. Og sá svona, ég mun horfa á eitthvað af þessu kannski. Og merti úrslega mikið á watchlista minn sem stækkar. Byrju, það er þá Hulugur og... Nei, fyrir ekki, Óla Máni. Paprika, ekki alveg. Jú, Paprika. Það er rétt. Satoshi Kon. Inception. Ég veit ekki svipað þessu öðru, ég hef ekki séð hann. Þetta er bara sama, þetta er allt svo. Þetta er allt stólið. Darun Aronofsky líka. Ég horfði á hérna Perfect Blue með frunni og hún alveg, af því að hún elskaði hérna The Black Swan svo mikið og hún hatar Darun Aronofsky núna. Já, hann var ekki eitthvað þannig að hann hefði keypti rétt, þú veist, það sem ég er, hann keypti réttin að stela úr Ég held Perfect Blue. að hann hefði þurft að kaupa hana eftir á bara svona glæpsamlega. Ég hef aldrei heyrt þetta. Það er svo mikið af gotum úr Perfect Blue sem eru í Aronofsky myndum. Já, líka Requiem for a Dream. Já. Já, mér ekki bara í einni mynd, heldur hann að taka á... Já. Bara upp á myndir hans, hann bara endurgera hana endalaust. That's one way to do it. Þú veist, þegar Nolan stelur, þá var það speilum sem brotnar í Inception og þetta er svona lítil atriði. Þegar Darren Aronofsky stelur, þá getur þú bara sleppt í að horfa á hans myndir og horfa á þetta. Ég held að tryggja sig að Tarantino þetta og bara monta sig að því. Já. Ok, höldum áfram. Og það er Hulugur og Ævar. Hvað veið? Það er þið. Þetta er hérna Atonement. Það er rétt. Ég vissi þetta. Ungur James Martin. Jep. Og ég er svo spenntið fyrir næstu hérna. Óla Máni, þið fáið hana. What the fuck? Hvað mynd það? Ég veit það ekki. Chris Pine og Tom Hardy, en þetta er áður en þau voru fræ... Nei! Þetta er þegar... Yes. Já. Ok. Ég bara er ekki með titilin. Ég sá klipp úr þessu atriðum daginn. Hún heitir hérna... Mér var næra að kíkja ekki á titilin. Hún heitir... Hún heitir hérna... hún heitir ekki bara, þú veist, Spy Game eða eitthvað svoleiðis. Prófaði það. Ég held hún heitir það ekki. Spy Game. Rátt. Ævar Hulugur, eru þið með þetta? This Means War. Vel gert. This Means War. Alveg rétt. Hörru, það er Hulugur og Ævar. Þetta er síðasta ykkar, eða allavega svona official. Nú, hvað myndi þetta? Þetta er Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians er rétt. Hún er alltaf eiga sérstakar stæði hjarta mínu sem ég sá hana þegar ég var einu svona bumpaður upp í First Class. En er hún, ég hef ekki séð hana, er hún góð? Er hún góð? Það skiptir ekki máli, ég var í First Class og ég grét yfir þessar mynd, sko. Hún var að borða drekka tvö mismundi hvítvín með fiskinn. Vegna þess að fyrst ég fekk að velja, sko, hvítvín og bara, viltu fá þetta, hvítvín og þetta? Og ég bara þetta, ok, og svo fekk ég með fiskinn. Svo kom hún aftur bara láta að vita að þetta er samt betra með þessum fiskinn. Þannig ég fekk það líka. Ég var einu sinni bumpaður upp
og hún kom með svona matseðil fyrir mig og spurði hvað ég vildi og ég ákvað bara, fann bara skyr af því ég hélt ég var að fara að borga og þá sá hún mér að þú getur valið hvað sem þetta er frítt, ég svona, en ég var svo óöruggur með sjálfan mig að ég baði hann 2 skyr. Þetta er rókislega 2 fríti, 2 skyr. Þetta er aðeins. Já, Óla. Hvað segir við? 2 skyr. Óla Máni, þið kláruð þennan lið, þetta síðasta. Mr. Mom. Mr. Mom. Þetta er náttúrulega ósengið spurning fyrir mig að fá. Þetta er uppáhaldsleikarum minn. Þessi gæði geta aldrei verið Batman. Nei. Mr. Mom is Batman? Og síðan var hann bara bestur. Svo var hann bara bestur, sko. Já, strákar. Förum við stöðuna. Og svo var hann með Ezra Miller. Já, e-mail félaga mínum. Er Ezra Miller e-mail félag? Ég og hann vorum e-mail buddy, sagði hann. Löng sagði. Okay. Ég fekk að vita það. Seinna. Já, ég get farið út í það eftir, en þetta er grillu, sagði. Það er fyrir öðru þessi podcast. Já. Það er fyrir öðruvísi. Hann var aldrei svo sama eftir að hann kynntist mér, sko. Já, varst þú með hann að sérst á príkinu? Nei, það var eftir á. Strákar, staðan er þetta er orðið spennandi. Hugleikur Ævar, þið voru heldur góður í atriðunum. Þið eru með 23 og strákarnir með 28. 5 stiga munur Saxast þá. og það eru 20 spurningar eftir. Allt getur gerst, sko. Og þetta er svona uppáhaldið mitt. Þetta kalla ég flokka. Já, hérna getur alls farið í fokk. Þetta getur verið spennandi. Alls konar flokkar. Ég get útskipta fyrir ykkur. Þetta er sem sagt 4 flokkar og það eru 5 spurningar í hverjum flokki. Og það sem að þið veljið, Hugleikur Ævar til dæmis, þið er ekkert að festa þá í því líka. Þeir þurfa ekkert að elta ykkur, þeir með velja hvað sem er. Við erum með James Bond, við erum með 1984, Hryllingur, Bíómix. Það gefur auðvitað kynna að Bíómix getur auðvitað verið bara alls konar. Inn í þessu leynar stundum 2 stiga spurningar. Bara svona randomly á mismunandi Bara stöðum. randomly. Að því mann við lendum í Já, það var þegar okkur vesinni, já. Það er ekki Það var náttúrulega bara því við spiluðum þetta svo sniðugt. Þannig að James Bond, 1984, Hryllingur, Bíómix. Hugleikur Ævar, þið eru undir. Já, Þið viljum væntanlega bara byrja þegar þið fá að velja. það er spenna á. það er Ég er ekkert sem spenntur að fyrir að byrja. Ég er Það finnst þér óöruggur mest í, sko. spennandi þarna. Ég hallast með 84. Ég líka. Ég líka. 1984, fyrsta spurning. Spurning 1. Frá hvaða stórborg er Axel Foley í Beverly Hills Cop? Detroit. 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 The home of Robocop. Það er rétt. Óli og Máni, hvað líst ykkur á? taka hrylling bara. Já, tökum hrylling. Hrylling. Spurning 1. Hvað heitir báturinn sem Quint notar til að eltast við hákallir í Jaws? The Orca. Það er rétt. 1 stig. Hugleikur og Ævar. Aftur 84. Já. 1984, spurning 2. Hver leikstýrði The Neverending Story? Wolfgang Petersen. Það er rétt. Hvað ætla að gera? Hrylling aftur. Hrylling aftur bara. Þetta er alveg svona fast-paced. Já. Loka ránd hérna. Hrylling aftur. Spurning 2. Hver lék Dr. Jack Griffin betur þekktur sem ósynlegi maðurinn í kvikmyndinni The Invisible Man frá 1933? Claude Rains. Rétt. Hann Holoman, Kevin Bacon. Hugleikur Ævar. 1984. Þriðja spurningin. Hvaða hörkutól lék lögguna Wes Block í myndinni Tightrope eftir Richard Tuggle? Ertu með það? Nei. En ég ætla að segja þessi motherfucking Charlie Bronson. Rámt.
Óla mann, eru þið með þetta? Getur þú gefið mér árið? Árið? Ég var líka Hvað sagði það að karakterinn hétt? Hvað hörkutól lék lögguna Wes Block í myndinni Tightrope eftir Richard Tuggle? Myndi Sly Stallone vera að taka löggurhlutur sko með þessu ári? 84. Já, why not? Ok. Sly Stallone. Það er ránt, þetta er Clint Eastwood. Já, alveg rétt. Dói. Ég veist að grafa djúft. Já. Ok, Óli og Máni. Hryllingur. Ég ætla að lesa upp IMDb-lýsingu og þið er bara að segja mig hvað myndið er. A race of space vampires arrives in London and infects the populace, beginning an apocalyptic descent into chaos. Hvað myndir eru að tala? Vampires. Ránt. Þetta er mynd sem ég hef nú mjög gaman af, sko. Þetta er kvikmyndin Life Force. Þetta er Life Force. Það er geggjuð. Og það er alveg bonkers. Patrick Stewart er í henni. Hausin á henni springur minni í mig. Ég man það ekki. Hann var svo stóran haus! Já. And you can see everything. Og svo er, já, þetta er hún er klikk, hún er eftir Toby Hooper, sko. Já. Ég er nefnilega aftur að sjá þessa mynd, mér langar svolítið að sjá hana. Hún er, þú veist, hún er bara, sko, þegar ég segi góð. Já, ég skil. Þetta er sem ég horfði á daginn í fyrst skipti From Beyond. Ég hafði séð hana. Já. Ég er gafan henni. Já, Hún er fann. Gafan henni. Life Force er bara algjörlega sturglu. Ok, það er þá Hugleikur og Ævar. Er ekki bara klára 84. Þið ætli bara að halda áfram með 84. Já. Og þetta er spurning 4 og það eru 2 stig möguleg. Wow. Strákar, hlustiði vel. Hver lék Mr. Miyagi í The Karate Kid og hver lék John Kreese, eiganda Cobra Kai? Pat Morita, en hvað hétt gaurinn, ég meina, horfður á Cobra Kai? Nei, ég er svo þakklátur að þú gerir það. Og þannig það er Pat Morita. Það er rétt. Pat Morita. Og hann er svo sem er leikur Miyagi. Nei, það er svo sem er leikur Miyagi, hann heitir Pat Morita. Já, það er hann. Já. Já, hver leikur hinn? Hver leikur John Kreese? Pass. Hérna, ætla að halda fram gísk út í loftið aðferðina. Nú, hann Cliff Gattis. Cliff Gattis, það er töfnafn. Nei, þið fá 1 stig fyrir Pat Veistu Morita. það? Nei. Pass. Þetta er svona gummul kempa. Þetta er Martin Kove. Martin Kove. Það var það hryllingur bara aftur. Hryllingur aftur. Hryllingur. Spurning 4. Hvað heitir fyrsta myndin af Guillermo del Toro í fullri lengd? Það var býtu. Hún heitir Kronos. Nei, var það Kronos? Jú, það var Kronos. Rétt. Damn. Vel gert. Shit. Það er Kronos. Þarf ég eitthvað að spyrja ykkur Ævar og Hugleikur, ætlaði ekki að klára bara 84? Já, ég held að það er bara aftur. Ég held að það sé komin tími til að breyta. Já. Nei, leiðum bara taka átt. Dýbra. Já. Síðasta spurningin í 1984. Númer hvað er The Muppets Take Manhattan í Muppet-seríun? Það Það er Muppet Movie. Og svo Muppet Caper, sko. Og Muppet, sko, ég myndi segja að Muppet Take Manhattan er undan Caper vegna þess að Muppet Caperin gerist líka í Manhattan, það ekki? Ég ruggla þessum myndum saman, ég ruggla þeim alltaf saman. Þetta er allir svona prúðleikur sem er. 2 og 3. Við segja 2? Já. Númer 2. Það er rámt. Er hún númer 3? Það er rétt. Voruð þið búin að heyra næstu Muppet myndina? Nei. Jú, það, Miss Piggy mynd. Miss Piggy mynd, þar sem hún er canceluð. Já. Ég segi ykkur þetta, svona áður við förum í hrollveki áttur. Það er til ógeðslega fyndin weird trivia eina Muppets mynd sem er svona take á It's a Wonderful Life. Og hún,
það sem þessi mynd lætur óvart gerast canonically í þeim heimi að Kermit einhvern veginn ábyrgur á 9/11. Hann ábyrgð á því? Sko, það ekki sagt í myndinni, en það sem gerist þessi mynd gerist eftir, sem sagt, gerist eftir það, en þegar þið voru að nota archive footage fyrir atriðin sem gerast þegar Kermit á ekki að fæðast, með tvíburaturnina í bakgrunum. Þannig að einhvern veginn Kermit á bakvið þetta. Allavega nýjum uppið heiminum. Jæja, Óli og Máni, ég elska að þú sagðir áðurinn fyrir aftur í hryllingu, bara svona ákveða það. Þið ætla að klára þannig. Já. Hryllingur. Þarna eru 2 stig möguleg. Hlustið vel. Ég ætla að segja ykkur strax, ég að biðja nafn á persónu og það nóg í þetta skipti að koma bara með fyrirnafni. Í hvað bæ gerist fyrsta skrýmyndin og hvað heitir maðurinn sem fyrst drepinn í myndinni? Sérst kærasti, Casey Becker. Myndin gerist náttúrulega í og kærastinn hennar heitir djöfullin Býttu, sagðir hvað heitir bærin? Westboro. Hvað séu? Westboro. Já. Það rangt. Djöfull! Hvað ég að hugsa hvað mynd gerist í Westboro? Og heitir kærastinn Sam. Það rangt. Hugleikur og Ævar þið með þetta? Ég festist bara í, Derry frá It. Já. Nei, ég lendi í svona blokki. Bærin heitir obviously East Hollow og kærastinn heitir Brad. Rangt. Þetta Woodsboro. Nei. Sorry, Óli, ég get ekki verið eftir Nei, ég skil ekki. Og hann heitir Steve. Ég var svo nálægt bæði. Ég sagði Westboro og Sam. Já. Woodsboro, Scream var nefnilega Halloween watchum mitt, sko. Það svona puff, að hvarfum leið á spurningin kom. Jæja, strákar. Það komið að hugleiki og Ævari og þið getur bara valið James Bond eða Bíómix. Nú ætlum við að hoppa á Bondarann, eða ekki? Jú. Beint á the Bondwagon. Þið ætlið í Bond spurning 1. Hvað heitir 4. James Bond myndin með Roger Moore í aðalut? 4. með Roger? Já. Octopussy. Octopussy það ekki síðasta á undan... Hver var fyrsta? Fyrsta? Það skiptir ykkur máli. Ég vil 4. Ég ætla að segja það sé Octopussy. Heldur þú sé Octopussy? Já. Ekki Moonraker? Hvað getur þú tala upp margar? Við getum talið þá upp talið The Spy Who Loved Me og For Your Eyes Only og For Your Eyes Only kannski og Octopussy og Moonraker. Það strax svona 4 þarna. Aha, það gæti þá verið For Your Eyes Only. Og svo Octopussy og svo Will You Kill. Nefnum við sem gleyma einhverju. Sko, ég veit bara það að Octopussy var mín uppáhalds. Já, og hún var svona 80 og... Nei, það ekki spurningin að ekki lengur 84, mikilvægt þetta ártalur okkur. Ég ætla að leyfa þér að velja. Já, settu þetta á mig. Ég ætla að segja það. Ég taldi upp Spy Who Loved Me og þessum við Moonraker. Og hvað var meira? Ég þarf að svara, strákar. Ok, það náttúrulega For Your Eyes Only. For Your Eyes Only rangt. Óla mann, þið með þetta? Octopussy. Sko, mér finnst ekki eins og hún sé 4. Mér finnst eins og það sé View to a Kill. A View to a Kill. Rangt. Var það Octopussy? Nei. Moonraker. Já, og View to a Kill var síðast. Já, Já, alveg rétt. Hún var stöfuð Moon R4 Acre. Já. Það Óli og Máni. Við ætlum í Bíómix. Bíómix 2 stig möguleg. Strax í fyrstu spurningu. Hlustuðu nú vel. Árið 2016 kom út ný Tarzan-mynd eftir leikstjóran David Yates. En hvað heitir myndin og hvaða leikari lék sjálfan Tarzan?
Það er rétt. Segðu það. Alex Skarsgård og The Legend of Tarzan. Legend of Tarzan og hvað er nafni á leikunum? Nú er ég hrættur. Nei, segðu þetta aftur, ég heyrði ekki alveg Alex Skarsgård. Alex Skarsgård. Já, Alexander Skarsgård, en því svo Alex. Já. Já, það er rétt. Já. 2 stig. Sagði ég ekki Alexander? Ég heyrði, sagði Alex, sko. Já. en Alex, Nei, ég held að ég sagði Alexander. Ég og Alex, við erum like that, sko. Já, nákvæmlega. Og hann er af það miklu first in spaces hjá okkur öllum. En þetta er svo ógeðslega gleymt myndmaður. Alex fyrir okkur öllum. Já, þetta er myndina sem margur maður lærði að þegar þeir taka upp magavöðvatriðin þá eru þeir alltaf bara þurrkar. Enga vökva í líkamanum í 3-4 daga. Ok, Hugleikur og Ævar ætlaði að halda áfram í Bond eða fara í Bíómix? Prófa Bíómix núna? Já, prófum Bíómix. Bíómix spurning 2. Hvaða þekkta hljómsveit samdi tónlistina fyrir Hasa spennumyndina Hana frá árinu 2011? Hanna. Þekkta hljómsveit, ég sá þessa mynd. Þetta var það sem... The Hives. Já, segir það M83 eitthvað líka. Ég held að það sé greit. Er það hljómsveit? Ok, ég þekki henni ekki. Það er ekki það þekkt. Það er ekki M83, en Ok. Hjálpa það með svona? bara skjóðum að M83. M83, Já. það er ránt. Eru þið með Ertu dólamanni? með einhver aðra hljómsveit? Sko, ég myndi bara fara í, þú veist, Nine Inch Nails eða eitthvað svo leiðis, Ok. en... Nei. Ok, Ekki bara tala þessa. Nine Inch Nails. Það er ránt. Það er ránt. Þetta eru The Chemical Brothers. Já. Ég genuinely hugsaði það. Þú hlustar ekki á hjarta þitt. Varstu að hugsa það? Ég hugsaði fyrst. Ég bara, nei, ég er að hugsa Dust Brothers í Fight Club. Herru, við mánættum í Bíómix. Bíómix, Yes. spurning 3. Will Smith og Margot Robbie léku saman í mynd árið 2015 sem fjallaði svikarapparana Nicky Spurgeon og Jess Barrett. Hvað heitir myndin? Og eins og maður gerði grína af þessari mynd þegar maður sá trailer hana. Hvað sagði, varstu að spyrja hvað að leikarinn hét? Hann Will Smith? Will Smith, Margot Hvað Robbie. heitir myndin? Hún hét eitthvað, þú veist, hún hét einu orði. Ég man það. Já. Skjóðum að Focus. God damn it. alltaf þegar það er svona eitt orð þá er ég alltaf bara The Counselor Þú þarfst að leifa Cormac McCarthy að hvíla hausuna þér. Ég var svo viss að þið myndi ekki vera með þetta. Sest, bara engina. Varst þú með Ég þetta? með þetta, sko. Nei, Ég sko- man alltaf, og það var svona úr fókus á plakatinu. Ég gæti leift þess að koma því ég man nákvæmlega viðbröðum við trailerinum. Ég snýri mér að Helgabirni, ég man ekki hvað mynd við vorum að fara að sjá, en ég snýri mér að hann og segi, þessi mynd verður rusl. Og hún var það. Já. Ok, Ævar og Hugleikur? Kom bjóð ykkur. Aftur í Bíómix, það er spennandi. Já, fyrir maður Bíómix. Bíómix. Spurning 4. Hver lék Bruce Lee í 90s kvikmyndinni Dragon? The Bruce Lee Story. Var það ekki bara Jason Scott Lee? Það var ekki Brandon Lee. Það var Jason Scott Lee. Já, þú sagði þetta á svo miklu sjálfströsti. Jason Scott Lee. Það er rétt. Bruce Lee var settur, Já. hann var hættur að leika á þessum tíma. Ef að henda aftur í Bíómix. Er eitthvað eftir í Bíómix? Það er ein eftir. Það er tökum að Tökum það. Síðasta Bíómix spurningin. Osgood Perkins leikstýrði sinni fyrstu kvikmynd í fullri lengd árið 2015. En hvað heitir myndin? The Black Coat's Daughter. Rosalegur, maður. Thank you. Jæja, strákar. Við ætlum bara að enda þetta í Bond. Já. Já. Það er allt búið nema James Bond. Og það er Hugleikur og Ævar. Þannig þið fá ekkert að velja.
þið fáið bara James Bond. Já, það líst okkur vel á. Það ekki? Og það eru 2 stig í boði. Nú, jæja. Skemmtilegt. Haft að James Bond samt 1984. Hlustu nú vel. Hvað heitir eina George Lazenby James Bond myndin og frá hvaða ár er hún? Já, nafni á myndinni er On Her Majesty's Secret Service. En árið, Rétt. það er 71. 71. 71. Það er rámt, en þið fáið stig fyrir titilinn. Komin út 73. Það er líka rámt. Það var 72. Veitu það, ég hef alltaf fyrir að efast. Það er ekki átt sem ég gera það. Ég ætla að tjekka það. Ég fór alltaf bara, er þetta? Okkur finnst hún sem sé 70. Er hún 72 þá? eða? Nei, ok, þetta er alveg rétt sem er. Hún er frá 1969. 69? Hún er svo gömul maður. Nice. Nice. Hei, það var 69. spurningin. Óla Máni, spurning 3, James Bond. Já. Hvaða leikstjóri hefur leikstýrt flestum James Bond myndum? Sam Mendes gerir 2, Hann gerir 2. Martin Campbell gerir 2. Mhm. Það er örgulega einhver 60s, 70s Bond gæi sem hann var bara á línunni. Já, Pimpa þessu myndum. já, hann leikstýri alveg 5 en sko, ég bara man ekki hvað hann heitir. En ef að skjóta á, Er það gæinn sem að stál Thunderball réttumnum? ég held að það sé sami gæði, sko. En mér dettur bara í hug einn annan Bond leikstýri í augnablikinu og ég ætla ef að skjóta hann. Já. Irvin Kershner. Það er rámt. Já. Muna, Er það ekki bara Mendes? það er ekki Mendes, það er þessi gaur sem er leggst þessum fyrstu myndum. þarna. Það er ekki fremur. Sko, Nei, men- segjum bara saman þess að þú veist, við erum ekki með neitt annað. Já, við erum Já, Rámt. Þetta var John Glenn. John Glenn. Glenn. Hann leikstýr held í 5. Já, hann alveg bara prúttaði þeim út, sko. Hann var duglegur. Hann Veistu var hvað- ekki- hann var ekki að spara. Veistu hvað- Nei, ekki fyrst. Veistu hvað sjokkar að mig samt? Held ekki. Það sjokkar að mig svo mikið að læra. Martin Campbell var fucking 60 þegar hann leikstýri Casino Royale. Þetta virkar eins og yngri leikstýri. Hann var alveg 55 ára eitthvað á Mask og Zorro. Þetta virkar eins og að sé tvítur gæði bæk og myndavælunar. Það er svo skrítin leikstjóri því hann áalið bara eitthvað geggja. Já, það er Svo bara eitthvað drast. Nei, málið er hann á annarkvort bara bestu mynd sem við höfum séð eða rusl. Það er ekki millivegur. Það er engin villu. Já. Hugleikur og GoldenEye, Green Ævar, Lantern. James Bond. Hver lék illmennið Francisco Scaramanga í The Man with the Golden Gun? Christopher Lee. Christopher Lee. Christopher Lee. Scaramanga. Síðasta spurningin í allri keppninni. Það er Óla mynd sem Máni. að satt yfir. Spurning 5, James Bond. Hvaða hljómsveit flutti titillagið í The Living Daylights? Það veit nú allir strákar. Hvað hljómsveit? Hvaða hljómsveit? Bæði vegi besta Bond-lagið. Ævar sammála. Já, ég er saman. Já. Já, mér finnst þetta Radiohead-lagið sem var droppað fyrir. Já, það er besta Spectre. The world is still not enough, sko. Það er svona eða mitt. Aha. Ég myndi satt setja þetta, sko. Já, ég myndi alveg setja. You know my- Ég ætla, sko. Eru það ekki- Hvað hétt áttu Paul McCartney? Það er Live and Let Die. það er þrjusum. Það er negla. Er það ekki Chris Cornell? Það er kannski klára spurning. Heyru, Samsmith. hvaða ár er þetta, cirka? Living Daylights. Já. Það er- 1980, 1970? Living Daylights er setni, eða var það fyrsta myndin hans hérna. Þetta eru bæði 80 eitthvað. Þetta er Timothy Dalton, eða ekki? Jú, Timothy Dalton. Við ætlum að segja þetta er örgulega garagebandið hans Timothy Daltons. Ég er ekki með neitt, sko. Nei, Pass. 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 Er þið með það? Aha. Það er rétt. Þetta er geðveitt lag, maður. Ég hlusta á það reglulega. Það er rétt, strákar. Hugleikur Ævar. Sko, veistu það? Ég keit næstu í brekkunum nú rétt á þann. Þegar við vorum að tala um svona, hvað var eitthvað sem uppáhaldstæma? Ég var bara svona að segja, já, garasband, nei, það er alltaf að, þegar ég segði þetta, völdist nörgla, það er náttúrulega gott, og svo var ég svona, en náttúrulega aha-lagið er svona, og svo ég náttúrulega og svo tórt mér að sveigja. Nei! Ég segi æð í a. Ég þarf að tjekka þér að klippi þáttið. Það er þetta.
Þú getur séð panikið. Þú getur séð slow motion og panikið. Það var reynda mjög góð klippa til að eiga. Svo eins og þegar ég tók eftir það var þegar hún tók Batman þáttun okkar, þá var ég með í einhverju hlátuskasti þá ég rekið sjálfum mig í vöruna sko og ég tek eftir því þegar að byrja að blæða úr gómsum mér og ég segi það í þætti, ég var svolítið að fóst blæðurum minn Hvernig haldið þetta að færi? Já, ég held að við mun rétt svo numlega tekið þetta við hérna í hefnindum og áður en að Sigurður afhjúpar að vilja minna að hefnindur eru mjög gott podcast sem á internetinu. Ég held að þetta jafna svolítið út þarna í flokkaðar. Ég held að það sé 4 stigum yfir og það er bara verður í Sigurður sko. Já, svo sannarlega. En þetta var nú erfitt quiz. Já, þetta var good shit sko. Var þetta óverfitt? Nei, þetta var fullkomið. Það var svo mikið svona guð minn góður, ég veit þetta eins og Brotherhood of the Wolf, það er enginn séð þess að mynd. Ég er impressed. Ég var svo impressed. pirraður þegar þú fékkst Brotherhood of the Wolf. Akkur fengum við ekki þetta plakkaði? Og Ghost Town. Já, bara byrja. Jæja, strákar. Nei, konfektkassi. Já. Það er ekki búið að tilkynna. Sigurvegarar eru Óla Máni. Ennþá ósigraðir. Þetta er engilega að spila á drakkar. Hugmynd að æfa. Þið voru með 31 stig og Óla Máni 36. Það er ekki eitthvað, þetta er ekki bust. Það er ekki að sama bust og Í síðasta þætti. Nei, það var 47-30. Já, það er ekki myndi ég vel vera feil. og þeir heita 2 á toppnum sko. Já, þeir eru með podcast líka, Ottur og Tóti. Ottur og Tóti núna, sko. 2 á botnunum. Hafsteinn er bara að taka út alla með podcast, það er engin samkeppni í boði hérna. En kannski bara horfa á mér og minna að tala alltaf. Nei, Anders, ég sagði við Mána þegar við vorum leiðinni, ég var stressaður yfir þess að ég var bara, ég hef ekkert búin að vera að horfa á bíómyndir upp á síðkastið, en við tókum samt þetta góða warm-up, bara að catch up og leifa heilunum að fara aftur í gang. Hittumst klukkutíma snemma, byrjum aðeins að ræða þetta, vorum bara hérna nýra á matillin í höfða. Já, ég var að lesa úr svona spurningur úr bíóbroti, sem var hann að spila eins og hann með sveppa utan á. Já, gamla. Varst að hita upp það? Já, spiltum þegar, þetta er alltaf auðvelt. En málega þegar ég er að semja svona fyrir sérstaklega lið, þá er þetta alveg pínu trikki, þetta verður að vera eitthvað svona smá, svona, eins og stundu voru því eitthvað svona kvísla, ég vil auðvitað fá það, sko, það er svona skemmtlara. Heldur en ég getur bara þetta, Tarantino, Christopher Nolan, Clint Eastwood, það var þetta ekkert mjög skemmtilegt. En ég var ekki alveg viss með ellegastíð, en það virkaði alveg svona, þetta var alveg fínt. Ég er með eina spurningu fyrir keppendur hérna. Hvaða spurningaflokkur fannst ykkur skemmtilegastur? Og það er ekki að tala þessum 4, ég er bara að tala yfir höfuð. Já, liður. Já, liður. Við fyrir plakkbundum alltaf skemmtilega, sko. Þau eru drullu fokki skemmtileg. Ég var að segja, þessi að sína karakter, nefna leikarinn og persónuna, mér finnst það ógeðslega bann. Finnst það skemmtilegt? Mér finnst það geggjað. Það er skemmtilegt, sko. Kannski reyna sem eru svo ótrúlega visually stimulitaðir með þetta að stillutnar, Já. að það er bara Já, atriðin. ef ég hef séð þetta, ok. Það bara spólastu strax, bara sjálfkrafa. Ég mitt átti þannig moment held ég í hvað Snorra og Kíló þættin og settir af Martin Sheen í Spawn og ég sprengdi næstu í æðu að reyna að muna að ég bara Já, þú varst með það, ekki? Já, þetta... Var ég að spyrja Martin Sheen eða var ég bara að spyrja Spawn? Nei, þú bara svona, ég sagði ég á að vita þetta og Máni sagði hæ og ég alveg bara svona remdist í sætinu mínu. Þetta var svona skemmtilega þáttur, strákar, og geggjaður. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir boðið. Takk fyrir boðið. Óla Máni, þið haldið áfram. Já. Keppuðu Kíló Ísrael. Hvað eru margir liðir, eða þú veist, hvað er þetta? Það var bara 4 lið. 4. Já, þannig að það er úrslit þáttur næst. Kíló Ísælg, er þetta listamann svona? Já, einn er rappari og hinn er mjög vinsæll á Twitter. Það er einn góður gauð sem hann heitir Ísrael. Já, hann heitir það. Það er ekki listamannsnafn. En Kíló, það er rappari, hann heitir Garðar. Hann kallaði Kíló. Og þeir eru svona svolítið skemmtilegt teimi og svona þekkingi er svolítið svona þeir svona komplimenta Já, alveg rosa, ég horfði með þetta á þann þátt, sko. Ég var að horfa þeir voru að keppa móti hverjum öðrum, sko. Já, þeir kepptu á móti hverjum öðrum. Ég var að horfa á það til að æfa mig fyrir þannig þátt og ánægja með þáttinn. Ísrael vann þann þátt, sko. Já, stemdi í það, sko. Hann er með rosa minni, sko.
og Kílómet þekki svona svolítið öðruvísi myndir enn Ísal, þannig að það er svolítið svona Já, skemmtilegt þeir lið. rósa hvort öðrum alveg mjög vel sko. Já, mjög vel. Það er eins og alltaf þegar Ísrael veit ekki eitthvað, þá veit Kíló það Einmitt. og þegar Kíló veit ekki eitthvað, þá veit Ísrael það. Já, Já. það er alveg heldur gaman, sko. Þannig ég var vona á Við hörku. erum alltaf heimski þætti. samtími. En strákar, takk hérlega fyrir komuna. Er það hefnendurnir? Hefnendurnir. Urnir, Með greini. með greini, podcast ykkar, þið voruð í pásu, byrjar aftur, þið eru officially byrjar aftur, þegar ekki? Officially byrjaðar aftur. Ok, og bara stutt, þið eru bara tveir, ekkert að fá gesti. Nei, við höfum fengið gesti, en við erum aðalega bara svona kveikjum mikrofónum og svo bara skjóti við skítinn, þannig að þetta liðin svona klukkutíma einn og klukkutíma hálfur kannski. Og er þið bara að fara yfir alls konar, er alltaf eitthvað svona topic í hverju þætti, eða bara... Alltaf að tala um það sem er að gerast í nördafréttum og alltaf að vera með eitthvað hot take og svo erum við með sem heitir ákvæmt að glápa, þá segjum við bara hvað við höfum verið að glápa við vikunum. Hérna fáum við, mánu ekki að vera gestur einhvern tímann? Já, við höfum verið að gestur einhvern. Kannski tekum við einhver einu spurningarskap. Við erum með spil fyrir það. Alltaf í spurningkeppni. Óla Már þið vinni hjá mig konfettkassa og auðvitað Bíoblaðs spurningarspilið. Leiðilegt að enda þetta með því að hósta. Svona er þetta bara, strákar. Þú erum að halda þér svo vel. Ég veit það, þetta er búin að pynting fyrir mig að halda þessu alveg inni. Strákar, þetta var geggjað. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.